Við erum stödd á Krýsuvíkursvæðinu ásamt Ellerti Grétarssyni náttúruljósmyndara. Þetta ekki fyrsta sinn sem hann á þessum slóðum, en hann hefur á síðustu árum einbeitt sér að því að ljósmynda náttúruperlur á Reykjanesskaga. Mér hefur fundist Reykjanesskaginn vera stórlega vanmetinn sem náttúruperla og hvað við höfum margt hérna við bæjardyrnar. Bæði stórbrotin svona jarðfræðileg náttúra og rauninni ótrúlega fjölbreytni þó sem við höfum ekki jökla eða tignarleg fjöll, þá er svo margt annað sem við höfum. Ellert hefur haft áhuga á ljósmyndun frá barnæsku og starfað tíma sem blaðaljósmyndari. Þegar hann flutti á heimaslóðirnar á Suðurnesjum 2006 fór hann að stunda þar gönguferðir og hefur einbeitt sér að náttúruljósmyndun síðan. Og eftir því sem að gönguferðirnar urðu fleiri, því meira jókst hrifning mín á þessu svæði. Nokkrar af myndum Ellerts hafa verið birtar af bandaríska tímaritinu National Geographic og árið 2008 hlaut hann verðlaun fyrir 3 myndaseríur á PX3, ljósmyndahátíð í París. Vann þar í flokki atvinnuljósmyndara í náttúruljósmyndun. Þó ég var ekki atvinnumaður, ég ákvað bara að stökkva í djúpulaugina. Og það var svona fyrir mig ákveðin staðfesting að ég væri á réttri leið með það sem ég var að gera. Þetta hef ég ekki tekið þátt í keppni síðan. Það var bara það sem þú þurftir? Já, staðfestingin. Það þarf stundum að leggja heilmikið á sig til þess að komast í tæri við stórbrotið myndefni. Já, bara núna nýlega þá gekk ég 24 kílómetra til að taka nokkra myndir í einum helli. Bestu myndefnin eru ekki við þjóðveginn og ég vil helst sýna fólki eitthvað annað en þetta venjulega. Við höfum séð fullt af myndum af Gullfoss og Geysi og Jökulsárlóni og þessum stöðum sem allir þekkja. Á Reykjanesi eru margir stórfenglegir hraunhellar sem fáir hafa séð, en það var samt ekki fyrir nýlega að Ellert lagði í að mynda þá. Ég var með innilokunarkennd og var megin illa við að vera skríðin í eitthvað svona og síðan síðasta haust að þá tókst vinkonu minni einni að draga mig í hellaferð í Leiðarenda og þá var ekki tilbaka snúið. Ég var svo gjörsamlega heillar af þessari náttúru og þetta er svo stórbrótið og allar þessar stórkostlu hraunmyndanir og ég bara gleymdi ég væri með innilokunarkennd og ég held að þetta sé besta leiðin til að yfirvinna hana. Þetta er bara einhver ástríða að maður fær mikið út úr þessu sjálfur en svo líka er bara gaman að deila þessum við öðrum og kynna fólki í landið þessu fallegu náttúru sem við eigum, hvort sem það eru heimamenn eða gestir. Ef að sá sem að sér síðan myndina segir vá, þá er ég ánægður.